Komið að 6. lið á dagskrá, álagning gjalda, fasteignagjöld 2022, reglur afslátt, til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér komið að lið 5 í fundargerð bæjarráðs frá 2. desember, en þar var lögð fram tillaga reglur afslátt elli- og örorkulífeyrisþega á fasteignaskatti 2022. Bæjarráð samþykkti með 5 samhljóða atkvæðum að vísa tillögunni reglum afslátt elli- og örorkulífeyrisþega af fasteignaskatti 2022 til afgreiðslu bæjarstjórnar, og svona aðeins til þess að fara yfir málið, að þá var það þannig að við gerðum drastískar breytingar á þessum afslætti á liðnu ári, og það sem að gerast núna á milli ára að við erum að hækka afsláttinn 4%. Við erum að nota sömu hámarkstölu sem 117.700 sem hámark sem hægt að fá í afslátt. Fullur afsláttur einstaklings af tekjum undir 4,7 milljónum 72.000, og þegar að einstaklingur er komin upp í 5,9 milljónir eða 5.964.000 þá fellur afsláttur niður. Hjá hjónum og sambúðarfólki þessar upphæðir 6.388.000 og engin afsláttur eftir 7.985.000. Þessar viðmiðunarfjárhæðir miðast við tekjur ársins 2020, og það þarf ekki að sækja ef einhver skyldi fyrir að horfa á þetta, þá þetta byggt, þessi afsláttur fenginn úr skattsamtölum sem að fjársýslusvið fær upplýsingar úr. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið laust sem enginn hefur kvað til hljóðs. Þeir sem geta samþykkt þetta gefið merki. Það 11.